Valtýr Már Hákonarsson, 7 Lárus Helgi Ólafsson, 12 Arnór Máni Daðarsson, 2 Ólafur Jóhann Magnússon, 3 Kristín Ragnar Bjarkason, 4 Þorvaldur Tryggvason, 6 Stefán Darri Þórsson, 8 Breki Dagsson, 9 Viðar Pólsen, 10 Sigurður Örn Þorsteinsson, 11 Kristoffer Dagur Sigurðsson, 18 Róbita Kristjansen, 19 Þorsteinn Gauti Hjálmarsson, 21 Kjartan Þór Júlíusson, 22 Kristoffer Andri Daðarsson og 24 Arnar Snær Magnússon. Þjálfari Fram Einar Jónsson, aðrir starfsmenn á bekk eru Haraldur Þorvaldsson, Haukur Ólafsson, Róbert Árni Guðmundsson og Davíð Örn Aðalsteinsson. Nú þá að liði heimamanna í númer 1 Jóhann Rúðals, númer 16 Bjarki Garðarsson, númer 2 Guðjón Ágústsson, númer 4 Benedikt Elvar Skarphéðinsson, númer 5 Arnar Gauti Grettisson, númer 8 Arnar Steinn Arnarsson, númer 9 Halldór Óskarsson, númer 10 Styrmir Sigurðarsson, númer 11 Jóhann Reynir Gunnlaugsson, númer 17 Ólafur Guðni Eiríksson, númer 19 Andri Dagur Ófeigsson, númer 21 Jón Hjálmarsson, númer 27 Gísli Jörgen Gíslason, númer 33 Jóhannes Berg Andrason, númer 42 Hjalti Már Hjaltason og númer 54 Arnar Huginn Ingason. Þjálfari Víkings Jón Gunnlaugur Viggósson, honum til aðstoðar Andri Berg Haraldsson og aðrir starfsmenn á bekk Sverrir Andrésson og Vilhjálmur Gunnar Pétursson Auðarsson. Nú dómararviðtöld þeir Svavar Ólafur Pétursson og Þorvar Bjarni Harðarsson, eftirlitsmaður HSÍ Guðjón Sigurðsson. Nú til að tryggja heiðarlega leikjaka öllum þáttökum leiksins, leikmönnum, dómurum og starfsmönnum og með handbolta íþróttina í hugann viljum við biðja ykkur áhverjum að styðja ykkur Já, komið heil og sæl. 5. umferð hér í Ólísdeild karla. Víkingur Fram. Verður væntanlega hörkuleikur. Gengi liðana afar mismunandi í byrjun móts. Framararnir fengið gott prógram og eru með held ég 3 eða 4 sigra, ég man það ekki alveg, en allan að hafa farið mjög vel af stað. Víkingar eru enn án sigurs en hafa verið að leika mjög vel á ýmsum köflum. Það væri ákaflega sterkt að ná hérna í 2 stig í kvöld. Koma sér á blað og hérna verður áhugavert að sjá hvernig þessi leikur spilast og þróast. Dómarar leiksins í dag eru Svavar Ólafur Pétursson og Þorvar Bjarmi Harðarsson. Þorvar ungur og efnilegur dómari. Alltaf ánægilegt að sjá að það er einhver endurnýjun í dómarastéttinni. Já, Svavar dæmir línu hérna. Uppstillingin hjá Fram er Breki vinstra megin, Stefán Darri á miðju, Willem Poulsen hægra megin, Ólafur Jóhann í hægra horninu og Kristoffer í vinstra horninu. Þorvaldurinn á línu, Willem Poulsen hérna 22 ára færingur, hefur verið allra besti maður mótsins hingað til. Strákur sem hefur
bætt sig gríðarlega mikið. Það hefur massað sig vel upp í sumar. Var valinn besti leikmaður Fram á síðasta tímabili en greinilega bætt bara ennþá meira í sumar. Stefán Darri með virkilega gott mark. Gott undirhandaskot hérna. Jóhann átti ekki möguleika hérna. Jói átti að sleppa þessu dribbli hérna á mínum mati á boltan áfram yfir. Já, vítakast. Virkilega gott spil. Stoppuðu ekki flæðið. Fengu þetta framhaldsspil. Það færðu opnun. Lárus Helgi, framsóknarmaðurinn í marki Framara, eitthvað hálfangaður hérna eftir skotið. Og Jóhann Reynir skorar að miklu öryggi. Lárus Helgi, markmaður Framara, hefur verið svona einn allra besti markmaður deildarinnar sem hafið móti. Þetta á Jóhann að verja, segi ég bara á þess að hika. Já. Willem Poulsen mætir hérna á bolt af mikilli ákefð og krafti. Setur hann örugglega. Andri Dagur fer hérna í skrefskot. Lárus Helgi vandar hann vaxinn. Já. Já, Gulli þjálfari kallar hérna inn á flæði, ég er algjörlega sammála eins og markið áðan. Hann fekk boltinn að ganga. Lárus sá við Hjalta hérna. Breki Dagsson skorar 4-1. Fjórar og hálf mínúta búin að leiknum. Það vantar svona eitthvað. Svona allan að fyrstu 5 mínútur þetta vantar einhvern smá neista í Víkisliðið. Það þurfa að vera snöggir að breyta því. Áfram, boltan yfir. Jóhann Reynir. Þetta er allt og auðvelt fyrir Framarana. Langur bolti fram og Kristoffer Dagur, já, ekkert annað í stöðun en að taka leikhlé. Einar Jónsson. Hreppstjórinn er svona stundu kallaður. Hann ræðir hérna við sína menn. Gulli
var ósáttur með byrjun sinna manna og lá honum hver sem vill. Lætur vel í sér heyra. Hann þarf að kveiki sínum mönnum. Þetta leiklið var akkurat það sem að liðið þurfti. Nú þarf að svara þessari lélegu byrjun. En handboltaleikur er vissulega 60 mínútur og það skiptir máli hvað þú gerir innan þessa ramma. Þannig að það verður bara að snúa þessu við. Já, Arnar Steinn leysir þetta inn alveg yfir. Já, hárréttur dómur. Stefán Darri búinn hérna með skrefin. Hjalti fær guldspjald frá Þorvari. Ég sé að Þorbergur Aðalsteinsson er hérna í stúkunni. Gamalkunnur víkingur, fyrrum landsliðsþjálfari og þjálfari til margra ára. Já, vel spila hjá Frömmurum og Jóhann. Við erum hérna vel. Nú þarf að keyra á þetta, fá boltan yfir á Jóa strax. Já. Losa. Nei, Andri Dagur út að fara í vitlausa átt. Já. Hérna ég vilja sjá að Jói myndi fá boltan og við myndum teygja eins á framvörðinni. Arnar Huginn kemur hérna út, fær vendalega boltan, klippir Jóa, flott. Já, áfram. Tveggja myndan Brottisson á Brekadagsson. Haraldi Þorvarsinni aðstofþjálfari liðsins ekki skemmt. Jæja, 6 og 5. Nú þarf að fá opnun. Já, vel gert. Jói góður í þessari stöðu, fara milli 1 og 2. Við verðum að vera duglegir í kvöld að nýta þessa yfirtölu vel. Og Jóhann reynir, skorar. Miklu öryggi. Já, fer Lárus Helgi út af og Þorsteinn Gauti Hjálmarsson spila 6 og 6. Og alltaf fundist Þorsteinn Gauti svona vera freestyle spilari, svona öðruvísi típa en skemmtileg típa hins vegar að leikmanni. Vel varið að Jóhann. Keyrið hratt á það, strákar. Við erum með einu fleiri. Já. Sjálfsögðu Styrmir Sigurðarson. Undir fætur framsóknarmannsins og kennarans Lárusar Helga. Virkilega vel varið að Jóhann. Jóhann er að sækja í sig veðri hérna.
Hérna átti Arnar Huginn að stíga aðeins skrefi fyrir og reyna að fiska ruðningin á hann. Já, jafnmargir í liði núna. Ok, já. Bara heldur stilla. Tempóið í leiknum hérna fyrstu 9,5 mínútur ekkert verið neitt svakalega hátt. Vel spilað og núna Hjalti Már að setja hann yfir hausinn á Lárusi. Já. Virkilega vel skotið á Vilhelm. Færir hann í gólfið inn. Erfitt fyrir markmann að reikna hvar boltinn lendir. Að ná frákastinu í Hjalti. Já, Framarar með 2 línur. Hérna hefði Stefán Darri getað laumað honum inn á Ólaf Jóhann eða Óla Barthes eins og ég hef alltaf kallað hann. Hann var kallað það þegar hann var strákur. Já, vel gert. Gamla góða að setja línumannin milli 1 og 2 og vinna með honum. Áfram yfir, áfram. Virkilega vel gert. Frábær línusending inn á Hjalta Má. Þessi stóðsendingi á Styrmi myndir hreinlega bara á Karl föður hans, Sigurð Val Sveinsson. Já, þessi brottvísun, hún bara rétt. Hérna lá ekkert á að stíga eitthvað út af fullum þunga. Nú verðum við að koma skikkanlega út úr þessum kafla, þessum brottvísunarkafla. Megum ekki tapa honum. 2-3-0. Já, þetta bara rétt. Hjalti Már var inn í teig. Vilhelm hefði nú getað losað hann samt niður í horn. Það kemur Benedikt Elvar Skarphéðinsson. Sprækur strákur sem kom frá FH fyrir tímabilið, hefur ekki alveg fundið taktinn kannski nægilega vel. Við eigum hann inni og vonandi mun hann nýtast liðinu sem best. Hann þarf að stimpla sig inn þegar hann kemur inn á. Já, bara fínt hjá honum vinna tíma með því að fá fríköst. Já. Hendi komin upp.
Já, 20 sekúndur í fullskipalið hjá okkur Víkingum. Nú þurfum að fá skot. Jóhann með hörku skot en Lárus Helgi sér við honum. Já, Jóhann ver. Slagt skot hjá Viljami Poulsen. Gamla góða millihæðin sem að er ekki oftast vænlegt til árangurs að skora þannig. Já. Glæsilegt Jóhannesberg. Fer þarna milli 1 og 2. Já, virkilega vel losað hjá Vilhelm inn á línu en betri sénsinn hefði væntanlega verið niður í horn á Óla Bartes. Óliði fari inn upp á hægri og væntanlega kloppa Jóhann. Óli þekktu fyrir þannig mörk úr hægra horninu. Einn af fáum rétthendum hægri hornamönnum í dag. Frosti Guðlaugsson og Gunnar Beintinsson masteruðu þessa iðju að vera rétthendir í hægra horninu. Já, þá er Rókvi Dahl innfæringurinn í liði framkominn inn á. Já, Andri Dagur skiptir hérna. Áfram með boltan. Teim á þeim. Já, virkilega vel gert. Nú þarf Hjalti að fara að setja hann niðri á hann. Lárus Helgi búinn að sjá við honum tvisvar hérna það sem hann skýtur upp í. Fara bara í gamla góða læðunum undir klofið. Já, Vilhelm Poulsen kemur út af. Fær smá andrými. Einar Jónsson gefur honum góða punta. Kristoffer Andri Daðason kominn inn á og fram. Strákur sem spilaði með Víking fyrir 2-3 árum. Stóð sig ágætlega þegar liðið var í næstustu deild. Já, hérna vorum við Víkingar hefnir. Það var litlar sakir. Ólafur Guðni Eiríksson kominn inn á. Já, Benni leysir. Og hérna vorum við óheppnir. Leikkerfi gekk fullkomlega upp en já, vel spilað á Þorsteini Götta, ég gef honum það. Það hefði margir útileikmenn bara að spila yfir, ekki séð hornið hérna, komið með hann tilbaka. Og Kristoffer Dagur kláraði þetta vel. Já. Glæsilegt mark hjá Benedikt. Þetta var mjög gott fyrir okkur og ekki síst hann komið sér á blaði í
leiknum. Nú væntanlega vonandi fær hann sjálfstraust og taktar ennþá betur inn í leikinn. Já. Ásteinn Gauti dansar hérna fram með vörðinni. Stefán Darri aðeins og lengja klippan. Tímasetningin aðeins og sein. Hann átt að klippa hann aðeins fyrir og boltinn síðan koma yfir. Það hefði líklegast gefið opnun. Nei. Heppni stimpill yfir þessu marki á frömmornum. 11-7. Rúmar 20 mínútur búnar að leiknum. Já. Stefán Darri ekki teljandi erfiðleikum með þetta. Arnar Steinn fer aftur út og leysir, nei, hann leysir ekki aftur inn. Og boltan yfir Benni minn. Já, Benni aðeins og seinn að gefa hann yfir. Það er þetta erfitt fyrir hann, hann kom blindandi á hann. Þá hefði verið komin yfirtala hinum megin. Já. Ruðningur. Jóhann reynir ekki sáttur. Spurning hvort hann hefði verið staðið inn í teig, ég veit það ekki. Sá það ekki nægilega vel. Já. Þorsteinn. Já. Stefán Darri kemur út af. Breki Dagsson kemur inn á. Já, þetta var, nei, þarna vorum við óhufnir. Við hefum alveg haft gott af því að ná boltanum hérna og keyra þarna upp í hraðalöp. Kristófer með gott mark. Kristófer Andri, gamla góða gólfin. Já, Svavar gefur hérna 2 mínútur. Það var rosalega klaufalegt hjá Kristófer Dag. Það verið einhvern veginn að teika hann hérna fyrir fram að punktalínu. Skil vel að Einar Jónsson sé ekki sáttur. Langur út í horn. Áfram. Við fáum pottitt opnum. Arnar Steinn fyrir inn. Jóhann, komdu með hann í hornið. Yes! Lárus Helgi. Frábæra markvarslu. Vel gert hjá Jóhann reyni að sjá þennan möguleika. Arnar Steinn var galopinn í hægra horninu. Menn þurfa að fara að skjóta niðri á Lárus Helga í gólfið inn. Þannig að menn lappir út um allt. Fer hátt upp. Þorsteinn Gauti. Það var ekkert, veist bara Jóhann eigi að verja þetta. Kannski ég Jó, sanngjarna kröfu, ég veit það ekki. 13-7.
Framar einu færri í 45 sekúndur í viðbót. Frábær sending hjá Hjalti minn, skjóttu niðri á Lárus Helga. En stórkostleg sending hjá Benedikt. Alltaf gaman að sjá no look sendingu. Það gleður alltaf augað. Það ekkert smá erfitt að eiga við þennan tank á línunni. Hann Rókvi. Það þungt í honum pundið. Erfitt að eiga við hann. Jæja. Styttist í fullskipilið. Inn með Arnar Steinn og niðri á hann. Jæja, ok. Virkilega vel klárað. Loksins fenguð mark. Búið að vera markarþurrð í einhvern smá tíma. 14-8. 5,5 mínúta til hálfleiks. Það væri gott að minnka þetta niður í 3-4 fyrir hálfleik. Já, Þorsteinn Gauti gefur hérna skipunum leikkerfi. Já, Þorsteinn Gauti er svolítið spólari, hann er oft svona kannski tæpur og skrefum jafnvel. Já, menn eru ekki farnir að læra það að skjóta niðri á Lárus Helga og keyra upp. Já, alla leið. Það er nú bara þannig með Lárus Helga, þetta er strákur sem er 34 ára, búinn að vera lengi í þessu. Oftast verða markmenn í deildunum hér heima alltaf betri og betri eftir sem líður á ferilinn. Bara reynsla og klókindi, staðsetningar. En Lárus Helgi hefur bætt sig gríðarlega á síðustu árum. Og líka passa vel upp á sig. Já, inn með Arnar Huginn undir klófið. Glæsilegt. Niðri fjær. Sveif þarna vel og kláraði. Miklu öryggi. 14-9. 4 mínútur eftir fyrri hálfleik. Já, keyra hratt á 4 á 3, kláraði þetta drengur. Nei, mikið klókindi á breka þarna, tók sér stöðu og fekk ruðning. Og Jóhann verið hérna skiljan eftir, keyra. Hraðar, Jói fáðu boltan. Andri Dagur, komdu með hann yfir. Ekki, já, slepptu. Já, þarna voru við heppnir. Skil Óla Bartes þetta vel. Álaborg vinstri, kallar Einar Jónsson. Já, þetta er einmitt Álaborg vinstri. Eða hitt og heldur, þetta var afar óagað hjá Þorsteini Gauta. Eins og ég sagði hann, alltaf fundist hann vera, hann er góður
spilari, kemur svona hið óvænta, svolítið freestyle spiller. Já. Já, þetta voru Jóhann kominn út, boltan yfir, nei, hinum megin með boltan. Jæja. Það væri frábært að ná þessu niður í 3 mörk fyrir hálfleik. Já, vel gert hjá Breka Óla hérna. Góð samvinna varnarlega. Einar og Haraldur taka hérna leikhlé. Rúm mínúta í hálfleik og þarf að standa vörnina og fá kannski 1 mark í bakframara, 1 hraðalöp, það var í óskandi. Það verður gaman að sjá hvað Framararnir fari í núna. Jafnt í liðum, 6 og 6. Kæmur ekkert óvart ef við myndum reyna að móka inn á Rögnvadal. Þó ekki Rögnvi Jakobsen, hann spilaði nú held ég með Fram í fótboltanum hérna árum áður. Já, Einar Jónsson ósáttur að fá ekki eitthvað fyrir sinn snúð þarna. ...25 sekúndur, hún verður að fá mark. Já. Já, Gulli fer í fyrir timeout. Kæmur ekkert á óvart ef að Gulli og Andri Berg myndu fara í gott kerfi sem myndu skila sig með stóðsendingu inn á línu og við myndum skora. Það er einhvern veginn, ég ætla að giska á það en sjáum hvað setur. ...15 sekúndur eftir hérna, já við þurfum að vera snöggir að bregðast við. Glæsilegt, frábært kerfi. Beint af teikniborðinu hjá Gulla. Arnar Huginn fór bara þröngt inn. Og skemmtilegt sirkusmark. 14-10 í hálfleik. Við tókum okkur smá hlé og komum að vörmu spori.
Jæja, þá fer seinni hálfleikur hérna að hefjast. Og verður gaman að sjá hvernig þetta spilast og þróast allt saman. 14-10. Já, Willem Poulsen með langskot en Jóhann ver vel boltan yfir. Já, áfram. Og Ólafur Jóhann með frábæra stóðsendingu á Breka Dagsson sem klárar þetta af. Miklu öryggi, 15-10. Já. Áfram með boltan yfir. Fín klipping. Í millihæðina á Lárus Helga. Stefán Darri gerir þetta vel. 16-10. Já, við þurfum líka að halda svolítið, kannski erfitt að vera kannski keyra tempóið mikið upp. Við þurfum að einhvern veginn að svona salla þessu áfram hægt og rólega. Frábær sending og Hjalta bregst ekki bólistinn núna. Ágætis tempó verið í þessu hérna fyrstu 2,5 mínútuna seinni. Já, vel tekið á því hérna varnarlega. Já, kera. Já, Jóhann losaði boltan. Boltan aftur síðan yfir á Jóa. Allt aftur yfir á Jóa. Nei. Virkilega vel skotið á Jóhanni Reyni. Þarna sýnir hann einfaldlega að hverju hann er langmarkaðasti leikmaður Víkings. Nei. Tveggja mínútna brott í svona andra dag. Þetta var dýrt. Við hefum alveg getað þegið að fá hraðalöp og mark hérna. Verður áhugavert að sjá hvað Framar að gera núna í yfirtölu. Stefán Darri fer hérna hægra megin. Willem Poulsen kemur á miðjuna. Kristoffer Andri hérna vinstra megin. Já, Stefán inn, já. Nei. Ég er ekki viss með að þetta hafi verið vítakast. Jæja, áfram gakk. Það var ekki mikið snerting og mér sýndist svona í fljótu bragði eins og hann var ekki inn í teig. Tvisturinn hjá
Víking varnarlega. Wilhelm Poulsen. Svolítið sérkennileg feik hjá Poulsen í vítakostunum. Jóhann ver hérna vel. Jóhann bara verið heilt yfir nokkuð fínn, myndi ég halda. Hann var í gaman að vita hvað hann var komið marga bolta. Hann var vita fyrir tíðanbili, hann yrði algjör lykilmaður hjá okkur. Til þess að við eigum séns á einhverjum sigurum í vetur þá verður hann einfaldlega að vera með 18-20 bolta. Já, við erum einu færri nú bara aðeins, það liggur ekkert á, bara fá og nóðast aðeins og fá fríköst. Já, ok, hendi komin upp. Aftur á stimma að horni, lína, já, það er rétt. Það var lína á, stilla bara upp fyrir Jóhann, reyni eða hvað? Nei, algjört samskiptaleysi þarna. Og geru, skilið Óla eftir, strax! Ok, já, það er rétt hjá Gulla. Fyrst þið áttum ekki séns á að keyra hratt í bakið á þeim, þá róum við bara. Við erum með fullskipalið núna. Glæsilegt mark hjá Jóhannesi Berg. Heppni Steinbjörn lifir þessu, fer af fingrum varnarmanns fram. Jú, þetta er rétt. 13-16. Frábært að við séum að mjatla okkur aðeins inn í þetta. Þarna koma að gera. Arnar Huginn með Andri Dagur allt og seinna að gefa hann. Arnar Huginn dauða frýr hérna. Menn verða með betri leiklestur hérna. Sjá völlinn hratt og örugglega. Það hefði verið stórkostlegt að Já, ég er sammála Gulla. Það verður að vera samræmi báðum megin á vellinum. Það var ekki og Kristoffer skorar hérna miklu öryggi. Þrettán 17, 8 mínútur búin af seinni. Já, fín stimplun hérna á Víkingum. Hjalti verður að nýta þetta.
Nei, Svavar, ekki fara, nei. Ég ætla að fara að segja þetta væri 2 mínútna brottvísun. Ég held að stundarsakir blístrið hjá Svavari var það kraftmikið. Já. Já, þetta var klókt hjá Jóhanni Reyni að fóra aðeins út. Var alltaf að reyna að fiska stela boltanum hérna í klippingunni. Mjög gott undirrættaskátt hjá Stefáni Darra. Erfitt að skora svona á löngu skoti. Áfram stimpla og boltan yfir. Áfram, þolinmóðir. Lárus Helgi mættur. Lárus Helgi, hann er bara einfaldlega frábær markmaður. Þegar menn eru búin að vera að tarfast í þessum bolta hérna heima í öll þessi ár, þá eru menn bara komnir með það mikla reynslu og klókindi og leiklestur að þær verða bara með betri markmönnum deildarinnar. Maður hefur séð mýmörg dæmi markmenn hérna í deildunum hérna heima sem að topp ekki fyrir en eftir 30. Já, boltan yfir Jói. Nei, ok. Glæsilegt. Tek þessi orð tilbaka. Boltin átti ekki að fara yfir. Frábærlega gert við Jóhannesi. Milli 1 og 2 eins og svo oft áður. 14-18. 20 mínútur eftir. Framlið bara gerir vel úr því sem þeir hafa. En geti alveg trúið að þeir fari í úrslitakeppnina í ár. En þeir hafa ekki farið þangað í eitthvað 4-5 ár. Ég hugsa að þeir verði nú ekkert kannski ofar en 7. og 8. sæti í deildinni. Sjáum hvað setur. Arnar Gauti Grettisson kominn inn á. Frábært mark hjá Jóhann Reyni. Fer hérna átt upp í loftið og setur hann meðfram síðunni í loftinu. Jóhann Reynir mikill hvalreki fyrir okkur Víkinga. Hann á örugglega eftir að vera með 130-40 mörk í þessum 22 leikjum í deildinni. Kemur ekki óvart. Hann fer allavega yfir 100 marka múrin. Já, Willem Poulsen haft sig hægan hérna, ekkert verið
verið eitthvað frábær. Samkvæmt tölfræði HB Stats þá hefur hann verið, held ég, bara hæst rankaður í þessum fyrstu 4 umferðum. Verðum að já, 15-19. Tökum aftur. Förum í 7-6. Megum ekki fá annað mark yfir alla völlin. Glæsilegt mark hjá Jóhanni. Hjá Styrmi vildi ég sagt hafa. 16-19. Það er vonandi að 7-6 muni gefa okkur áfram. Góð mörk. Bara að gera, keyra á þetta. Rockvital Kristjansen tekur þetta mikið til sín. Einhverjir sem vilja meina að hann sé kolólulegur. Ólulega blokkeringar. Fólk verður bara að dæma hver fyrir sig í þeim efnum, en rammur að aflýsi strákur og hefur gefið fram mikið, alveg eins og Willem Poulsen hefur gert. Tveggja mínútna brottvísun á andra dag. Já, Kristoffer Dagur klikkar hérna. Spilum við vantarlega 6-6, já, Jóhann kemur út af. Kairó Flæði, kallar Jóngunnlaugur. Já. Oh. Tuttugu 16, 40 sekúndur í að við fáum manninn inn. Við þurfum að halda áfram að ná inn mörkum. Það er alveg hægt að ná eitthvað út úr þessu leik. Jói með gott mark. Já, Framarar eru snöggir að fara hérna í yfirtölukerfi. Stefán Darri fer milli 1 og 2. Já. Já. Þorsteinn Gauti hafði ekki mikið fyrir þessu. 12,5 mínútur eftir, strákar. Við verðum að hafa trú á þessu. Það er alveg hægt að ná einhverju út úr þessu. Framarinn er ekkert verið stórkostlegir. Framarinn er vissulega miklu líklegri til að Arnar Gauti hóttar að fara inn. Já.
Áfram með boltan. Losa. Já. Þorvar dæmir vítakast. Þetta samræmið á báðum endum vallari sem maður alltaf að kalla eftir. Framar að fengi nokkuð víti. Með svona leikbrotum og þá bara eðlilegt að sé á hinum megin líka. Já, nú kemur Valtýr Már inn á, fer framalega móti Jóhanni Reyni og Jóhann Reynir skorar 21-18. Æja strákar, smá tiltrú og neista, smá stemmingu og fá topp líkamstjáningu hérna og reyna að ná einhver út úr þessu leik. Það verður erfitt en það alveg einhver smuga. Ná boltanum. Arnar Gauti með. Nei, Andri Dagur. Aftur klikkar hann á að velja besta kostinn. Arnar Gauti var einn á auðum sjó hérna. Ein sending og hann. Komin í dauðafæri einn á móti markmanni. Jæja. Áfram með smérið. Sem er alla leið. Glæsilegt. 19-21. Já. Framar að taka leikli. Skiljanlega Tveikur Einar og Haraldur leikli. Framarar ekki verið eins góðir í seinni hálfleik og þeir voru í fyrri og eins og ég sagði hann að ýmislegt hægt á síðustu 10 mínútunum. Þá er Arnar Snær Magnússon kominn inn á í hægra horni og fram. Já, William Poulsen fær hérna flugbraut, fer upp í loftið hans fyrsta mark í dágóðan tíma. Já, fara hérna í stöðuskipti, Jóhann Reynir, já. Skoraðu, glæsilega slútað hjá Guðjóni Ágússyni. Þetta slút sem hann lærði í handboltaakademíunni á Selfossi.
Strákafættur 96, virkilega gott slút. Þetta krefst ákveðna tækni sem að því miður alltaf fáir hafa í þessari deild. Roque Vidal. Erfitt að eiga við hann algjört buff. Hátt í 3 menn í honum. Og Willem skorar. 23-20. Verðum að hafa áfram trú á þessu. Verðum að halda áfram að mjalla mörkum og standa vörnina. Jóhann þarf að verja hérna nokkra. Þarf að verja 5-6 bolta hérna á síðustu 10. Glæsilega gert hjá Jóhannesi. Gamla góða vippan. Þarna opnaðist allt. Þorsteinn upp í lofti. Droppar honum inn á Rökkva. Já, hérna voru heppnir. Áfram með hann yfir. Já, Stimmi skjóttu. Glæsilegt. Gamla góða, fá halva mann í sig, losa á réttum tímapunkti, finna glöfurnar og eyðurnar. Ég væri til að sjá smá vilja, svona raunverulegan vilja hjá Víkingsmönnum að reyna að vinna hana leik. Alvöru líkastjáningu og standa vörnin og fá einhverja markvist í lokin. Fá öskur og læti og mikla handavinnu og fótavinnu hérna síðustu 6,5. Já. Hendi fyrir að koma upp. Já. Já, Þorsteinn Gauti með skott í stöngina. Nú var ákveðlega gott að fá mark. Já, niður í horn. Aðeins að teygja á þeim. Yes! Jóhann Reynir með frábært mark hjá. Sem betur fyrir Jóhann. Kom inn í markið í takatíð. Já, ánægði með Gulla. Fá stúkuna með sér. 23-24. 5,5 mínútur eftir. Fá hérna alvöru holningu hérna síðustu 5 mínútur. Bara reynilega vinna hana leik óvænt. Já. Verður náttúrulega að stíga út í Þorsteinn Gauta. Hann miklu meira í uppstökkum heldur en Stefán Darri. Vörnin þarf að lesa hverjir eru að fara hoppa upp og skjóta. Stefán Darri meira að leita á í stöðuskotum. Ná frákvæmstinni, já, þarna voru heppnir. Áfram bara skynsamir og ægaðir. Fá gott mark. Já, losa af hotni laust. Ó, nei. Aftur Arnar Gauta, nei, ok.
Þetta hárréttur dómur. Nei, hann ekki búinn að dæma 2 mínútna brottvísun? Þarna hefði verið alveg gott að fá 2 mínútna brottvísun. Það var klárt leikbrot. Við erum búin að vera svolítið að leita fyrir miðju og jú, fá opnun. Nú þurfum við bara að fá mark frá Guðjóni Ágústi að Arnari Gauta. Nei, þarna voru hefnir. Niður Jóhann í markið. Já. Já, skref maður. Hann er alltaf á 4. skrefi, hann Þorsteinn Gauti. Gamla stjörnuskrefið eins og var kallað á leikvellinum í gamla daga í körfubolta. Segir svona, en já, klárt. Algjörar 2 mínútur hérna. Okkur veitir ekkert af að fá að vera einum fleiri í næstu 2 mínúturnar. Nú verðum við að fá mark. Jóhann Reynir, viltu gjöra svo vel að skora? Glæsilegt. Jæja, drengir, 3 mínútur eftir. Næstu 2 mínútur verði einum fleiri. Einar Jónsson fær hérna gult spjald. Já. Það er drengir holningu út með kassan. Og þétta miðjubakkan hérna. Já, mikill handagangur í öskunni núna. Eðlilega 2:20 eftir, 24-25. Auðvitað þyknar í mönnum þegar að lítið eftir og leikurinn jafn. Standa vörnina drengir. Jóhann, ég bið 2 bolta í viðbót frá þér. Já, rétt. Hendi fyrir að koma, já. Út maður. Stíði út í hann, en eini sem getur skotið þetta fyrir utan. Menn verða stíga út í Þorsteinn Gauta. Já, 20 sekúndur í að það var jafnt í liðum verið að fá mark. Lárus Helgi
fer hérna langleiðina með að klára þetta. Já, hann klárar þetta hérna. Mínúta eftir jafnt í liðum. Við vorum ansi nálægt þessu. En bara ekki nóg. Færanýtingin í fyrri hálfleik varð okkur dýrkeypt. Já, engin brot. Já. Já, eins og ég sagði, hann færanýtingin í fyrri hálfleik. Þess að við vorum að fara með fullt af dauðafærum. Bara dýrt, bara rosalega dýrt. Enga veginn eitt glansleikur á Frömmurum, en þeir gerðu bara sem til þurfti. Og Einar og Halli hreyfðu mikið við liðinu. Hreyfðu við mannskapnum. Já, einhverju vilja meina að þetta sé rautt spjald. Fer að mér sýnist beint í andlitið á Jóhanni Reyni. Margt gott í þessu hjá okkur Víkingum í kvöld, en það vantar bara alveg eins og móti IBVF hérna í fyrstu umferð, vantar bara herslumuninn. Það vantar bara aðeins meira framlag frá fleiri leikmönnum. Guðjónin skorar 25-27. Eru loka töluleiksins. Framar gerðu það sem til þurfti. Margt gott hjá okkur Víkingum. En við erum bara herslumun frá þessu. En Framara með sinn að ég held 4. sigur í 5 leikjum. Þannig að þeir eru á fínu skriði, en eiga held ég mjög erfitt prógramm framöndan. En við þökkum bara fyrir hérna í kvöld og minnum á næstu útsendingu á Víkingu TV. Takk fyrir.